Ég heiti Tara. Og ég heiti Judith og þessi þáttur er í boði BF atferlisráðgjafar. Góðan dag. Ég er mætt til okkar atferlisfræðingurinn, klínískur atferlisfræðingurinn, Katrín Sveina, komdu sæl. Hæ, Velkomin. takk fyrir. Velkomin í atferliskastið. Takk. Gaman að fá þig. Kærlega fyrir að fá mig bara. Herðu, við kynntumst í gegnum starfsnámið mitt. Já. Og þá var ég í starfsnámið hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð. Og þú varst þar sem atferlisfræðingur að vinna þá. Já. Og varst 50%, er það ekki? Jú, Varstu byrjuð þá? Já, er ég komin í 50%. Já. Og við vorum svolítið, það var ógeðslega gaman, við vorum svolítið í öllu, en samt meira af hreinlætisþjálfun. Já, þú varst, tíminn þinn hjá mér sem að nemi var mest í því, sko. Já, en síðan inn á milli voru mjög áhugaverð mál sem kom upp á borð hjá þér. Já, og er alltaf nóg af áhugaverðum málum þar. Já, og ótrúlega gaman bara að fá reynsluna þar í gegnum þig. Já. En okkur langar kannski fyrst að byrja og spyrja bara hvernig þessi vegferð byrjaði. Þú ert með sálfræðigrunn. Já, ég er með BA í sálfræði frá Háskólanum á Akureyri. Og svo bara fékk ég óvænt, ég var ráðin inn sem aflýsing á leikskólaðin í Reykjavík og ég fékk bara, ég var sagt upp þeirri stöðu af því að það vantaði stuðningsfulltrúa, eða 100% stuðning fyrir barnið og deild. Já. Og það var bara leitað í hópnum og að því að ég var með BA í sálfræði þá var mér bara boðið, eða þú þú ekki til að gera þetta bara frekar í staðan fyrir að vera í aflýsingu. Bara, jú. Og hefði þá verið að vinna á leikskóla í svona aflýsingavinnu en alltaf með samt svona krökkum kannski sem að, þurfa ekstra stuðning. Já. Og þannig ég var bara mjög til í að prófa það. Var það bara að vinna 100% vinnu, var bara 100% stuðningur fyrir þetta barn. Og svo bara, ég þoldi ekki atferlis hlutan í náminu, Já. Ég var í sálfræðináminu. Ég man alveg eftir því. Þetta var bara eitthvað sem ég skildi ekki og þetta fór bara eitthvað, ég bara fílaði það ekki, Og svo þegar ég vissi ekkert að viðkomandi barn var að fara að vera í 100% atferlis í hlutum, skilurðu. Nei. Líka það var alveg áætlunin. Já, það var planið. Það var planið, en þegar ég sagði já við því, ég held bara, ég vissi það ekkert, skilurðu. Nei. Og þannig ég þurfti bara að læra milljón hluti á, helst 2 dögum líka við. Endalaust skráningum líka og Já, svona. og bara lærin og blöðin og læra tæknina og og svo var verið að kenna barninu nota PEX og læra það og bara, og búa til einstaklingsnámskrá og fylla inn í vikuplan og bara gera blað fyrir vinnufundi, skýrslu fyrir hvern einasta, alls konar, ég kunni náttúrulega ekkert af þessu, ég hafði aldrei verið ábyrgðaraðili fyrir einhverju barni. Ekki svona, ekki náttúrulega deildastjóri eða, ég hef bara verið aflýsingum. Já, og líka mér svo, áhugavert að þú segir að það var, þetta hafi verið leiðilegasti partur af námi, af því ég er alveg sammála því að áfengin sem maður tekur í grunnnáminu, þetta er svo rosa mikið bara hugtök, læra hugtök, læra utan að. Já, og þetta er ekkert mikið verið að kenna manni eða sína manni innsýn inn í. Eina sem var gaman var að því að hún Kristín Gummisdóttir lét okkur atferlistjálfarinn með gullfisk gefa honum borða. Það er eina sem ég man að hafi verið, gaman. Þá áttum við að kenna honum, að elta eitthvað prik og svo fekk hann mat og svo var ég búin að kenna honum að synda ekki hring og svo fekk hann mat. Í gegnum húllarhring, skilur. Já, ég var sammála að það var svona rottuverkefni í HÍ sem ég lærði og það var svona, þetta er alveg cool. Já, það var cool, en það var eina. Nema við vorum náttúrulega við vorum ekki með raunverulega rottu. Ég var með raunverulegan gullfisk. Hún var með raunverulegan gullfisk. Við vorum bara með 5 gullfiskabúr. Af því að við vorum 5 hópar eða eitthvað og svo hittust við bara, hvað kann gullfiskurinn þinn að gera? Þetta var ógeðslega skemmtilegt verkefni og ég man eftir þessu að þú sagði mér þetta þegar ég var í starfsnámi og ég var að gera þetta verkefni með rottuna og við þurftum, við nefndum allar rotturnar okkar og þetta var orðið vor, ég meina með þurftum að fylgjast með þessu krúti, alveg vélræna krúti, rafræna krúti í alveg marga dagar, það var mjög skemmtilegt og lærdómsríkt verkefni. Já, mér varst alltaf mjög gaman, ég hafði ekki miklu trú á því að ég geti þjálfaði einhvern gullfisk að synda inn í svona húllarhring og fá svo mat,
með einhverju greinrödd eins og einhverju rauðum pinna. Já. Það virka allt, sko. Geggjað. En já, og ég man líka bara eftir, þú veist, eins og virkskilning og jákvæða styrking og neikvæða styrking og refsing og þú veist, öll þessi hugtök sem maður lærði í BA og BS-náminu, ég ruglaði þessu öllu saman. Mér fannst það erfitt. Svo man ég eftir þegar við byrjum í meistaranáminu og við erum í áfanganum hjá Felix og við erum að læra þetta, eða þú veist bara ekki læra þetta, við erum bara að rifja upp þessi hugtök, þessi grunnhugtök og og þá var þetta svo auðvelt. Þá hugsaði ég, vá, þetta kom einhvern veginn bara, já, sem samt svo fyndið, eða þú veist, bara út af þetta, bara ógeðslega flókið fyrir mig fyrst, fannst mér. Ég var úlingur í þessu, það var eitthvað, ég var bara ekki að ná þessu. Já, mér fannst þetta mjög flókið, sko. Já. Og en í dag þetta bara mest common sense sem til sko. Já, fyrir okkur fyrir okkur, ég held það þegar maður er búin að sjá þetta og skilur þetta þá er þetta bara komið en þarna ertu nýkomin á háskóla og búin að vera í afleysingum og ég var allir ekki verið 25-6 ára og þið var gjörsamlega kannski hent svolítið út í djúplu við varum svolítið hent djúplu en það var alveg mikill stuðningur, ég var með frábæran sérkennslustjóra og svo fengum við annan sérkennslustjóra sem var alveg jafn frábær á hinn og svo var ég með frábæran var þá í Kringlunni svona þjónustumiðstöð Sigrún var þar og ég fekk alveg mikla hjálp sko. Og svo náttúrulega var atferlisfræðingur sem var í málinu skilur frá ráðgjafargreiningu og það var alveg mikið af aðstoð sko. Og mikið action já og við vorum bara alltaf mér fannst bara alltaf vera búm, kenna þetta sem að þarf að vera og ég veit að það þarf að vera í dag skilur en ógeðslega gaman. Mikil reynsla líka bara. Já, ég er mjög þakklátt fyrir að hafa, ég hef náttúrulega aldrei farið að lært atferlisfræði ef ég ekki fengið þetta tækifæri í leikskólanum, því mér hafði aldrei dottið í hug og mér finnst þetta gaman, skilur. Nei, nákvæmlega. Og þannig að og svo bara þegar það var búið að ganga bara þá nokkuð vel sko og þá bara var svona eða svona, já, þá stungið því svona að mér hvort ég ætti ekki bara að fara að læra þetta. Og var það kannski í gegnum skólan eða var það í gegnum starfið þarna? Ég er svona velta fyrir mér þá. Það var í gegnum starfið mitt þarna sko sem já. Og að því, ég var bara búin með þetta BA í sálfræði og ég verið örugglega 26 ára sko. Já. Og ég vissi ekkert hvað, ég vissi ég þurfti að læra eitthvað meira en mér langaði ekki að vera klíniskur sálfræðingur og mér langaði ekki eitthvað svona vímuefna, einhverja ráðgjöf eitthvað þannig og ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera meira sko. Og ég vissi ekki heldur að það væri sko, það var ekki hægt að læra þetta hérna heima, skilur. Já, þessum tíma, já. Þannig ég vissi ekki beint af þessu námi. Nei, nákvæmlega. Þetta er einmitt svo forvinnilegt líka hvernig þetta datt þetta í hug og hvernig þetta komið að þér. Var þetta þá sérkennslustjórinn eða einhver þarna í teiminu? Það var Atli. Já, var það Atli? Já, sem var bara geggjað. Og ég bara eitthvað, jú, eða kannski, eitthvað. Og svo bara kynnti ég mér það eða bara fór og bara googlaði náttúrulega hvað ég geti gert. Og var eitthvað auðvelt að finna? Já, það var alveg auðvelt sko en það var náttúrulega ekki eitthvað ég náttúrulega vissi þá af skiluru í Boston. Já. Ég vítaði það mjög hrætt, ég mig langaði ekki að fara í snjóinn og svo það var allavega ég skoðaði í Noregi en mig langaði aftur heldur ekki að fara í snjóinn. Eða það var mín hugsun sko ég bara flissa á þetta ég er svo líka þarna fyrst maður er að fara út fyrst maður er að fara út yfir höfuð ef ég á að búa einhver staðar annar staðar þá ætla ég ekki að vera að skafa bílinn minn alla mótna 9 mánuði árið eða eitthvað þannig að og svo var bara þannig að það var að byrja nám í Georgia State University sem er í Atlanta og þar bjó bróðir minn algjör tilviljun og konans þau voru búin að búa þar í 4 ára eða eitthvað, 3-4 ár og þannig að ég bara hringdi og spurði hvort við getum verið roomies ef við kemist inn og ég var nú alveg hélt ég myndi aldrei komast inn það er bara eitthvað típiskur kvenkins hugsunar svo mikið ég er ekki með nógu góðar einkunnir að því ég var með, kannski 2 sjöur eða eitthvað skilur, þá er ég ekki með nógu góðar einkunnir eða allir er betri en ég en svo náttúrulega bara komst ég inn og bara fékk tilkynningu í tölvupósti og ég á þann tölvupóst ennþá vistan oh my god og já, ég og stelpa mín bara fórum geggjað fórum í sólina
þar var bara, ég flutti út í ágúst og það var bara bongo, þú veist, fram í desember. Svo var smá kalt í desember og janúar en það var bara kalt, skilur milli 8 og 10 og svo kom bara sól, þú veist. Draumur. Og voruð þarna hvað, í 2 ár eða? Já, eða semst ekki alveg 2 ár, ég tók sumarskóla. Þetta var náttúrulega ógeðslega dýrt. Já, það stytti þá aðeins. Já, bara stytti, skilur, uppihaldskostnað, skilur. Já, auðvitað. Já. Af því, þú veist, ég hefði þá þurft að fara heim náttúrulega yfir sumartíman og vinna, en ég ákvað bara, þú veist, ég kom heim í smástund og vann og fór svo bara út og hélt áfram að reyna að klára að læra. Já. Þannig ég var sem sagt haustönn frá þá september fram í desember, vorun, og svo sumarun og svo haustönn og var þá búin. Já. Og kom þá bara heim 2018, semst bara eftir áramót. Já. Og það var bara, ekki strax náttúrulega vinnu bara, sem sérkennslustjóri. En hvernig var námið hana úti? Og það nú ertu líka búin að vera, eins og ég veit, stundakennari í HÍ, í þessu námi. Hvernig fannst þið námið hana úti? Námið var mjög skemmtilegt, sko. Já. Ég náttúrulega hef ekki mikla innsýn í námi hér nema ég hef enga innsýn í námi í HR, en ég hef náttúrulega haft nema frá HÍ. Já. Og hef svo kennt, man ekki hvað kursin heitir núna, en ekki eitthvað einhverja. Já, og það er náttúrulega bara í grunninn mjög svipað, þú veist, en ég hef heldur ekki mikla innsýn, skilur varðandi námi mitt úti, af því að ég fór bara á, eins og þið hafið flakkað á milli svona eða þú veist, þegar maður er í starfsnámi. Já, svona starfsstöða. Ég bara valdi og fékk leyfi fyrir að, þú veist, gera það ekki, af því að, þú veist, ég bara var ekki með, náttúrulega ekki og af eða einhvern. Þannig ég var bara að vera á vinnutíma sem var svolítið 8-4, sko. Já. En þú veist, það kom allt í heiminum inn á þetta autism center sem ég vann á, sko. Já. Það var alveg fjölbreytt og allt hitt, þú veist, og ég meina, það var alveg jafn og er alveg jafn fjölbreytt og bara málin sem ég fæði ráðgjafar og greiningarstöð, sko, þú veist, en nema munurinn er bara þetta einkareikið. Já, einmitt. Þú veist, og þannig að ég sá allt þannig. Já. En líka bara, mér er svo áhugavert svona autism center, mér er svo mikið vantað þannig á Íslandi. Já, það er örugglega. Já. Og ég finn alveg að það er alltaf að verða meir og meiri þörf og meiri bara, ég finna bara á verkefnunum í vinnunni eða hjá fyrirtækinu mínu. Já. Að það er meira að vera að sækjast eftir ráðgjöf, foreldrar eru bara að leita sér sjálf ráðgjafar. Já, mér finnst þannig að að aukast. Ég er með þetta að vinna líka eða sérkennslustjóri og mér finnst foreldrar að vera, þú veist, bara meira og meira að spyrja, þú veist, er eitthvað í sumar, er eitthvað námskeið eða er eitthvað ráðgjöf, eitthvað þjálfun, eitthvað sem ég get gert fyrir börnum mín. Ég er bara, nei, í rauninni ekki, eða þú veist. En finnst þið þá að vera meiri spurningar frá foreldrum, hvað var það, þú veist, hegðunina sjálfa eða einmitt bara afþreyingu og úrræði eða bara allt þar kannski á milli það? Sko, ég fann náttúrulega ekki, þú veist, mikið afþreyingar neitt svoleiðis, en ég finn bara að, þú veist, ég fór í 50% með hvernig strákarnir fæðast, ég fór í 50% 2025 líklega, skilur ég, því að strákarinn minn fæðist 2024 og var þá búin að vera í 80% undan því og þá hefði ég ekki geta verið í 50% vinnu og rekið, eða skilur unnið hinn 50% hjá fyrirtækinu mínu. Nei, ég skilur. Já. Það hefði held ég ekki gengið, sko. Nei. En þegar ég kom tilbaka úr fæðingarorlofinu þá fór ég strax í 50% af því að ég fann bara að, þú veist, ég gat unnið 50% á móti hjá mínu fyrirtæki. Já. Og og svo þegar ég semst að klára fæðingarorlof aftur núna þá, þú veist, þá er ég búin að segja upp á ráðgjafar og greiningarstöð og að því að það er bara svo mikið að gera á hegðunarlausnum. Það er bara það er bara mikil eftirspurn eftir þjónustu, eftir ráðgjöf, upplýsingum, bara líka fræðslu til starfsfólks, skilur bara, og út allt land, sko. Ég fer bara út allt land, það er bara. Já, ég man einu sinni baðstu mig að, ég man ekki, komst ekki eitthvað, en það er fyrir ekki eitthvað hvort þú ætlar að fara, veit ekki einu sinni, eitthvað út á land. Já, þú veist, ég hef farið, skilur fyrir
hef oft farið á Egilsstaði, ég farið mikið á Húsavík, þú veist, ég er með fasta verktök í Borgarbyggð Já. og Geggjað. og ég farið skiluru norður líka, þú veist, það hafa líka bara verið einstaka mál sem ég fengi, skiluru, þá fer maður kannski bara einhverja afmörku skipti. Já. Þannig að ég farið vestur, þú veist, það bara, ég bara fer bara út um allt, þú veist, og ég er ekkert, mér finnst það ekkert smál að ferða, skilur, þú veist, bara að fljúga og keyra eitthvað. Já, en kannski ef við fyrir maður tilbaka fyrir svona hlustundur, þá erum við, þú fórst sérskriðstjóri, síðan byrjar að vinna hjá Ráðgjör og greiningarstöð og hvenær stofnar síðan þitt eigið fyrirtæki? 2019, hugsaði, 2019-2020 eitthvað slags. Já, það er sem sagt þarna hegðunarlausnir. Já, þetta heitir sem bara hegðunarlausnir. Já. Ég bara skýrði það inn á Facebook klósettöluna því fólki sem að leita til mín talar mikið úrræðaleysi eða svona bara veit ekki hvert þau að leita, þau eru að fá misvísandi upplýsingar, misvísandi ráðgjöf, þú veist, eru mikið að leita bara, þú veist, náttúrulega til sálfræðinga, þú veist, og eru að fá bara, ráðgjöf sem svo ekkert að virka, oft, veist, ekkert alltaf, en þyngstu málin eru búin að fá, þau eru búin að fá alls konar ráðgjöf. Já. Og foreldrar búin að prófa alls konar. Og þú varst náttúrulega að rækja á greiningarstöð í langtíma... Á langtíma eftirfylgd sem ég bara held að sko, það er búið að breyta öllu upp á Ráðgjör og greiningarstöð en ég var þessu fæðingaróla þannig ég veit ekki alveg hvað allt heitir núna. Nei. En ég held að það sé búið að leggja þá deild niður en ég held það, ég er samt ekki viss. Já. En þá varstu svolítið, þú ert svolítið kennd við það að vera, þú veist, svona þín sérhæfing mest í klósettþjálfuninni, sem hreinlætisþjálfun. Hreinlætisþjálfun, og það er bara út af þegar ég var að læra, eða semst í starfsnáminu mínu á MR Autism Center, þá eru þau að taka börn alls staðar að úr heiminum, sko. Úr heiminum, sko. Vá. Og við vorum að fá krakka, þú veist, bara mörgusunum á hverju önn sem voru bara komið 5 daga þjálfun og bara mánudag til föstudags. Og lærirðu þarna verkfæralinn sem þú notar núna í dag? Já. Og þegar ég var hjá þér í starfsþjálfun, þá sáum við og töluðum að það er nú ekki margar heimildir. Nei, það er ekki margar heimildir. Það er ekki margar rannsóknir. Nei. En þetta er náttúrulega mjög vandmeðfarið rannsóknarefni. Já. Og ég finn bara eins og á Facebook síðunum minni, skilurðu, það er eiginlega ekkert foreldri sem ég skil tilbúið að koma fram undir nafni og þú veist, tala skilurðu, þjónustunum mína, allir til ég að koma fram nafnlaust og skiljið, þú veist, gefa mér review, en það vil eiginlega enginn koma fram undir nafni. Nei. Þú veist, og þú veist, foreldrar ræða ekki þennan vanda sín á milli, til dæmis held ég. Eins og við bara myndum ræða þú veist, að barnið mitt borðar ekki eða barnið mitt skiluru á erfitt með, þú veist, þegar ég fer út og vill ekki vera á pappa sínum eða skilja eitthvað. Þetta er annars rosa tabú. Þetta er viðkvæmt. Þú veist, þetta að pissa undir, þú veist, að hafa ekki stjórn að þvæblurunni og vera ennþá með bleiu. Þetta er viðkvæmt. Þetta er mjög viðkvæmt, sko. En þetta er samt alveg, gerir ráð fyrir, þetta er alveg algengara en maður að vona á. Miklu algengara heldur en fólk heldur. Já, og svona, þú veist, ég var alveg aðeins kynstur, ég fór í náttúrulega starfsnám bæði í Klettaskóla og Arnarskóla. Já. Og þú veist, og þú varst oft með alveg nemendur í Klettaskóla, í klósettþjálfun, sko, og þú veist, það var bara allur aldur á þessu, eða þú veist. Og það er náttúrulega það sem rannsóknirnar sýna líka, þú veist, að krakkar með greiningar eru almennt seinni til að læra þetta og þurfa betra og meira utanumhald. Já, einmitt. Þannig að, þú veist, við erum að og ég hef verið upp í Klettaskóla með bara allan aldur. Við erum ekki eitthvað föst í einhverju 6-8 ára eða eitthvað svoleiðis, skilur. Nei. Og að því að ég náttúrulega vil líka bara alltaf prófa. Já. Þú veist, þú ert líka svolítið, þetta er svolítið frumkvöldistar þannig. Já, þú veist, þú hefur þurft að feta þig svolítið áfram og finna svolítið. Já. Ég hef alveg, og við höfum alveg verið það er bara þannig, við höfum bæði líka verið að búið til verkferðla eins og ég var að gera þetta fyrir Ráðgjör og greiningarstöð. Þú veist, setja upp hvernig við viljum hafa þetta, hverju komast að. En svo verður náttúrulega þannig að, þú veist, það verður náttúrulega, ef það er framboð þá verður eftirspurn, þú veist, og sumt á bara að vera hægt að gera án aðkomu sérfræðings. Já. En sumt er bara ekki hægt að gera nema án aðkomu sérfræðings.
án aðkomu minnar. Já, þannig að þú metur alveg þær umsóknir sem koma, þú veist, hvort að þú teljir, þú veist, Já, þetta mál. ég geri það ekki, ég náttúrulega gerði það fyrir Ráðgjafar- og greiningarstöð, skilurðu, þú veist, af því það náttúrulega oftast heill hópur af fólki í kringum hvert barn með alls konar menntun og kunnáttu. En ef að foreldrar leita til mín bara til hegðunarlausna þá bara reyni ég eftir minni bestu getu að aðstoða þau, skilurðu, á sem styðstum tíma, eða þú veist, ég reyni bara, ég mjög mikið þannig að bara, ég vil bara klára ding, 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 áfram, næsta verkefni. En það bara, þegar þú ert búin að vera í raun og veru fyrir mér þetta bara hegðunar vandi. Þú veist, þetta bara skortur á færni, þú segjum til dæmis bara barn á ekki klóstið og foreldrar bara alltaf, þú ert eftir að kúka eða allar að prófa að kúka í klóstið. Þetta alltaf bara aftur og aftur og aftur, dag eftir dag eftir dag og svo krakkinn kannski 7 ára, 8 ára, þú veist, og þú ert alltaf í sömu samskiptum, þú veist, þetta bara eins og ef við værum bara að kenna, skilurðu, við erum bara að beða barnið okkur að lesa heima. Já, veist, algjörlega. Og það alltaf bara eitthvað, nei, jú, þú ert að lesa heima núna. Má ég lesa 10 mínútur? Nei, ég ætla að lesa 15. Af hverju? Þegar ég segja. Veist, og þetta bara, þannig verður bara samskiptamynstur þetta tiltekna vandamál inn á heimilinu og svo kemur kúkaslys, þú veist, eða þú fær skömm í hattinn fyrir að láta barnið ekki lesa í skólanum, skilur, og þá allt keyrt í gang einhvern veginn í svona paniki eða svona, eða þú veist, pirring. Þá bara, þetta byggist bara einhvern veginn svona upp, þú veist. Já, algjörlega. Og oft bara nóg fyrir að foreldrar að koma utan að komandi aðili, þú veist. Já. Og það bara þá ég bara, heyrðu, þú erum bara hægt að bleia, þú ert bara klóstið og ég ætla bara að kenna þér það. Og mamma og pappi ráða engu, þú veist. Svo fer ég bara og svo getur mamma og pappi sagt bara, ef Katrín segir bara að þú veist, þú ferð ekki gera þetta af því þú ert ekki búin að kúka. En nú fengum við nokkra spurningar í gegnum Instagramið okkar og þá var til dæmis ein spurningin, er hún aðeins að sinna ráðgjöf? Er hún að sinna ráðgjöf? Er hún að, þú veist, handleiða og sjá þessa þjónustu frá A til Ö? Þú veist, ef við getum komið bara með svona, þú veist, ef við getum komið bara með svona aðstæður að þú sért með skjólstæðing. Ég get handleitt, skilur, einföld mál. En mál til dæmis sem barn 7, 8, 9, 10 ára og ennþá að bleiu, það handleiði ég ekkert í gegnum, sko. Nei. Það er bara, skilur, ég geti handleitt þig, Júdit, í gegnum, skilur, þú veist, og ég geti handleitt mögulega einhvern, þú veist, atferlisfræðing með reynslu, skilur, af þessu. En, þú veist, ég get aldrei handleitt það bara frá A til Ö 100%, þú veist, ég alltaf að mæta eitthvað. Og kenna, þú veist, þetta alveg ákveðin vinnubröð, þetta alveg ákveðin hluti sem þú þarft að vera að fylgjast með, ákveðin hluti sem þú þarft að vera að spá í, þú veist, þetta ákveðin skráningaferli og þú veist, alls konar hlutir sem við erum að gera á sama tíma, skilur, þetta ekki bara að fylgjast með hvort það pissu og að kúka í buxurnar, sko, þú veist, við erum líka náttúrulega að kenna á sama tíma að þú ert að fá umbun fyrir að vera með þurrar buxur, það náttúrulega, þú veist, eins og ég segi eftir foreldra, þetta ekki bara að kúka og pissa í klóstið, þú veist, þú átt líka að vera þurr. Akkurat. Þannig að, þú veist, ef að málin eru, skilurðu, þú veist, ekki 4 ára gamalt barn, þú veist, foreldrar vilja fá einhverju smá ráðgjöf, ég get gert það. Já, þú bara metur hverja aðstæður. Ég met bara hverja aðstæður fyrir sig, skilurðu, og eins og ég segi, ég reynir bara alltaf að veita öllum sem skilvirkasta og bestu þjónustu sem ég get út frá því hvert vandamáli er. En þau eru náttúrulega rosalega fjölbreytt. Þú veist, meina, það rosalega munur á að kenna einhvern sem 4 ára og hefur aldrei kúkað í klóstið og kannski samt hættir á bleiu, þú veist, hann fær bara bleiu til þess að kúka, þú veist, það tekur engu stund. En það tekur mig nokkra daga að kenna einhvern sem 7-8 ára og hefur alltaf kúkað í bleiu. Þú veist, þannig að ég reynir bara að meta og svo náttúrulega skiptir líka máli eins og hverjir koma að börnunum, þú veist, hverjir er hann á leikskóla, er hann í grunnskóla, þú veist, getum við, ef þau eru til dæmis í leikskóla þá auðveldar að vera með alls konar þjálfanir og íhlutanir þar. Litlu krakkarnir ekkert að spá, þeir spyrja maður bara hver maður er. Þú veist, og þá það bara búið. Þú veist, en ef ég er ekki að fara að vera inn í sérskóla, þú veist, að þá getum við ekki verið í skólanum hjá viðkomandi barni, þú veist. Nei.
skilji, þannig það alls konar svona hluti sem maður þarf að hafa í huga líka til þess að passa upp á bara líðan krakkana af því eins og út á landi ekkert sérskólar Nei, nákvæmlega en það eru líka alveg börn sem eru með alls konar frávik og greiningar og þurfa sömu ráðgjöf og kannski svolítið erfiðar að taka þau bara í klósett þjálfun inn í skólanum Já, ég meint bara framan alla skilur þannig að svona það en jú, ég gæti vissulega handleitt í einhverjum málum en þau eru ekki mörg Nei. En nú náttúrulega veit ég hvernig verkferðliðin virkar að mörguleiti en ef við getum bara lýst fyrir hlustandum okkar lýst við fyrir þeim bara kannski hvernig verkferðliðin virkar eins og þegar þú ert að mæta á stað og ert að taka alveg svona hands-on closet þjálfun hjá eins og barnið með ef við erum með barn sem með einhverju eða einhvers konar ég vinni mikið með einhverjum Downs-heilkenni og CP og þá það bara þá mætum við bara mánudegi og við erum bara búin að skera alls konar svona dálætismat og fá alls konar upplýsingar frá kennurum, foreldrum hvað finnst gaman að gera það getur verið alls konar náttúrulega lita, dúkkulísur, iPad horfa á ákveðin lög á YouTube, leikrit bara alls konar við höfum reynt kannski að takmarka aðgengi eins og hægt að á þeim hlutum þannig að þau séu meira hvetjandi þegar komið inn í þjálfunina áður en þjálfun hefst og svo bara erum við með alls konar náttúrulega vökva bara það sem þeim finnst gott að drekka það má vera eiginlega hvað sem nema mikið af mjólkurvörum að þeir verið illt í maganum af mjólkurvörum og þau bara við erum bara að reyna að hafa gaman mest megnis og þau eru bara með alls konar minna skemmtilegt dót sem að við getum lesið bók og alls konar skilur perla eða bara hvað sem að þeim finnst gaman að gera limmiðar, tattoo þá bara gerum við það og svo bara reynum við náttúrulega bara að passa upp á pásur og svoleiðis og fara fram og allt þannig og það er bara ákveðna verkferðlar hvað gerist og svo bara færðu umbun fyrir að pissa í klóstið og þú ert bara að sitja á klóstinu x lengi og ferð þú af klóstinu x lengi svo ertu bara að drekka og þetta alveg svona intense íhlutun þetta er kannski erfiðustu málin þetta erfiðustu málin, og en þegar við erum bara með til dæmis yngri börn eða börn sem eru kannski ekki með neina greiningar því ég fæ alltaf fleiri og fleiri svoleiðis börn að þá erum við í öðru annars konar, og það bara metið út frá hverjum og einum en þegar þau eru orðin 10-12 ára þá tekur og samkvæmt rannsóknir sína að fyrir hvert ár sem þú ert á bleiu þá talað að það taki 6-8 vikur að hætta á bleiu og ef þú ert orðin 10, 12, 13, 14 ára þá tíminn ekkert beint að vinna með okkur Nei. Og þá bara verðum við að að því að líka við getum ekki verið með skjólstæðingana bara í þessari þjálfun bara forever and ever skilur þetta er náttúrulega mjög mikil íhlutun og mikil kennsla sem að fara fram og þetta bara svolítið verður að kýlast áfram svolítið til þess að bara líka til þess að þau sjáu og læri sem svona hratt og vel til hvers ætlastæðum hvað þau að gera og það bara yfirleitt kemur eða bara eiginlega alltaf á degi 2 og 3 þannig að árangurinn af þessu mjög góður hann það og ég get alveg tekið undir það mér fannst alveg þau mál sem að ég fór með þér í það var einmitt allt frá því að bara að vera ótrúlega svona hands-on og alveg bara ráðgjöf og einmitt börn og bara eitthvað smáatrið sem er að klikka og þegar það var komið í lag þá var þetta bara komið og maður er svona ok, bara checkpoint búið fara næsta síðan kom mál einmitt það sem var kannski skjólstæðingu 12-13 ára eða eitthvað búin að vera á bleiu allæfi og búið að reyna þetta búið að taka bleiu og allt þetta og hún ætlaði kannski bara að fara inn einmitt í 4 daga 5 síðan eftirfylgnin náttúrulega mun lengri
og ég man fyrst, þá var ég bara eitthvað, hvernig ætlar hann að fara að þessu, hvernig, þú veist, svo kom ég líka ótrúlega óvart hvað þetta bara nákvæmlega eins og atferlisgreining frá A til Ö, bara mælanleg, hnitmiðuð, þú veist, bara ótrúlega mikil árangur og hún stoppar ekki fyrir að þetta bara komið. Og og ég fór eftir verkferðlinum hennar undir hennar handleiðslu og bara það var svo ávinningurinn var svo skemmtilega góður og bara svona mikill fyrir mig persónulega. Þú veist, maður var í þessum aðstæðum í 1 dag og þá bara sá maður strax. Og ég svona vá og oft hjá börnum sem maður hefði ekkert endilega átt von á að ná þessum árangri. Þú veist, bara að meta út frá hegðun og þroska og allt það, þú veist. Þannig að það kom mér skemmtilega óvart og sjúklega rewarding, sko. Mjög. Það er svona elska ég held ég það sem ég geri, eða þú veist, mér finnst þessi hegðun svo bæði þægileg sem meikar engan sens, skilja, þú veist, þetta er ekki svefnvandamál sem ég bara signa mig líka við. En útskýru, hvernig finnst þetta þægilegt? Ég bara veit ekki, þetta hefur svo skýran upp á endi. Ok. Já. Og það er bara annarkvort kom piss eða ekki. Það er engin annar möguleiki. Það er engin möguleiki að, þú veist, að barnið hafi sofið illa milli 2 og 4 og ég viti það ekki. Nei, nákvæmlega. Þú veist, það er ekkert óljóst. Nei. Og markhæðunin er bara check eða ekki. Já, nákvæmlega. Og það er það sem ég fíla alltaf mest, þú veist, og bara, ég get vissulega alltaf talið öll skiptin sem markhæðun fer á réttan stað eða á sér stað og ég get líka vissulega talið öll skiptin sem markhæðun gerist ekki. Já, einmitt. Og það er svo auðvelt að setja upp allt út frá því. Og fyrir þá sem maður veit ekki að markhæðun þá er það að pissa í klósett eða pissa ekki í bleiu eða kúka ekki í bleiu, þú veist, það er bara annarkvort eða. Það er bara annarkvort eða. Og það er svo auðvelt að fylgjast með þessu. Já. En ótrúlega fyndið, þú veist, þú veist, margir eru bara, þú veist, þetta er viðkvæmt, þetta er kúkur, þetta er piss, þetta, þú veist, en þú ert bara, þetta er bara þitt era of expertise. Já, það er bara svo leiðis. Og þetta er líka bara, þú veist, fyrir foreldra, þú veist, sérstaklega fyrir foreldra sem er kannski 10-11 ára gamalt barn sem er alla hefur búið að vera að bleiu, þetta er náttúrulega bara þvílíku léttir. Já. Bara fyrir foreldra maður getur ekki mynd sér. Og það sem ég langar næst, sko, eða þú veist, náttúrulega margt sem ég langar, en fyrir sem hún Margrét mín sem var nemin minn hún síðast, ég fekk loksins einhvern til að gera ritgerð. Ég var búin að berjast fyrir því, ég held að Júdith myndi bjarga mér, en nei, hún bara fór að gera eitthvað annað. Hún fór eignast fleiri börn. Já, og en svo kom Margrét og var til að gera þetta með mér og ég heldur bara að hún sjá ekkert eftir því, þetta búið þvílíkt gaman. Og svo náttúrulega var hún bara að klára og þetta er náttúrulega bara fyrsta rannsóknin á Íslandi þessi mál sem er náttúrulega geggjað. Bara algjörlega magna. Og mjög þarft. Og hún er náttúrulega búin að vera með málþing í HÍ og eitthvað að kynna niðurstöðnar og niðurstöðnar voru náttúrulega frábærar hjá henni. Og við erum bara þvílíkt stoltar af ritgerðin hennar. Og það er bara svo nauðsynlegt fyrir svona lítið land eins og Ísland að fólk viti, þú veist, að það eru til lausnir. Já, einmitt. Og bara við verðum og við ætlum að reyna að koma þessari rannsókn, þessari ritgerð eins langt og við getum. Já, vel gert. Til þess að láta að vita af henni. Og því hún kom mjög vel út og heppnaðist vel útrúlegt sagt, þá virkuðu verkferðlanir líka í rannsókninni. Já, einmitt. Og og þá vorum við með ég held hún hafi verið 11 ára stelpa. Það hefði aldrei pissað eða kúkað í klósti. Og mamma hennar og pappi náttúrulega bara í skýjónum. Já, ímyndi ykkur lífsgæðin. Fyrir talandum fyrir barnið sjálft en líka bara fyrir aðstandendur, fyrir foreldrana. Þannig svona getur ímyndað sér. Þú veist, bara það að vera þú veist, losa sig við bleiuna. En það eru flestir foreldrar sem tala að börnin og það er það sem ég langar að einhvern veginn að rannsaka næst, það er að ef allir foreldrar sem ég hef hjálpað þau tala mikið stökk í þroska hjá börnunum eftir að hafa hætt og bleið. Áhugavert. Sérstaklega sem sagt foreldrar barna með greiningar og tala sem sagt bara það kom bara svona þroskastökk og mikil svona stolt og
ánægja með sjálft sig og bara sjálfa sig. Kannski auki sjálfstraust Já, þetta er náttúrulega bara maður getur alveg ímyndað sér, þú Já. veist, bara þó að barn sé með þroskaskerðingu eða skilur einhverfu eða allt þar, þú veist, að þau eru svo meðvituð Já. mörg hver að þau séu með þessa bleiu Já, og eðlilega er þetta skömm þegar maður, eða þú veist, þegar maður horfir í kringu sig og það er engin annar með bleiu, að þú veist, af hverju ég er með bleiu og þú ert kannski orðin 8, 9, 10, 11 æskilur að vera laus við þetta, þá ertu bara orðin eins og allir aðrir og maður vill, auðvitað vill maður alltaf tilheyra og maður vill alltaf, eða skilji þú veist, þó að sem foreldrar og famar, þú veist, auðvitað er maður ekkert eitthvað þetta er skömm, þú veist, þetta á ekki að vera skömm en eðlilega vill maður ekki maður vill vera eins og aðrir, maður vill vera eins og vinur sinn, þú veist og líka bara ekki svona sjálfræði einhvern veginn, ég get frá klóstið þegar ég þarf á klóstið, skilur ég þarf ekki, mamma þarf ekki að koma hérna inni og skipta mér Já. Ég held að það sé þetta það er því mjög áhugaverð rannsóknir Já, að tilheyra bara að vera eins og allir hinnir og einmitt að ráða sér sjálfur einmitt þú veist ekki háður einhverju skipulagi bara nú þarf ég að skipta á þér þú veist, nú, að því klukkan er 10 þá þurfum við að kíkja á bleiu eða æskilji, þú veist, sem er bara gott og blessað því þannig verður að vera til þess að bara þú veist, eðlilega, þú myndir ekki vilja að það væri bara einhver yfir þér bara, jæja, Katrín mín, og komið mála allir þú veist, letsa þannig að, þú veist, ég held að og það er eitthvað sem að ég væri mjög til í að skoða líka það er margt sem hægt að skoða í þessu samt áfram, þú veist, sérstaklega hérna á Íslandi og ekkert bara hér á Íslandi það eru veit ekki hvað heimildaskráin hjá hann í Margrét er nákvæmlega löng en þú veist, ég held við séum að mest megnis að vinna með svona 15 ritmundar heimildir skilji þetta er ógeðslega áhugavert ég man þegar hún var að fara í þetta veist, það er ekki mikið skilur nei, og alls ekki það eru svona nokkra rannsóknir sem að standa upp skilur sem að aðrir hafa þá verið að þú veist, prófa að gera eins eða þú veist, breyta eitthvað aðeins til og eitthvað svoleiðis, þú veist, en það er ekki mikið verið að skoða þetta. Nei, en þið ætliði bara að auka vitundavakninguna. Já, og því það er eiginlega bara mikil þörf því að það er alltaf að senka bara almennt hvernig börn hægt að bleiu. Já, mér finnst það nefnilega, ég tek eftir í leikskólanum líka. Það að segja, þú veist, það er bara heldur búið það er mjög áhugavert. Það er ekki lengur 2-3 ára, það er 3-4 ára. Já. En maður má alveg spyrja sig, þú veist, hvað er það? Hvað er að gerast? Hvað er í gangi? Og það er svona algengum misskilningur að margir eru bara að bíða eftir því að börnin segja þér hvenær þau eru tilbúin. Akkurat, eins með snuði. Já, en það myndi það bara ekki tæta. Nei, þetta er svolítið. Og svo er bara, þú veist, líka minn og börn, þú veist, þau eru lítill þá bara pissar pissublaðaðinn fyrir þig, skilur þau. Svo sem þeir eru fann að segja þér, þú veist, bara, hei, mamma, ég var að pissa. Já, þá erum við komið með, já, ok, þau fatta núna rétt eftir að þau pissa að þau voru að pissa. Já, nákvæmlega. Þá erum við þarna með bara gott dæmi þú veist, að þau eru fann að vita hvað þetta er. Meðvituð þetta. Og þá þurfum við að fara að skoða, skilurðu, þetta er bara eitt af merkjum þess að þú sér tilbúin að hætta bleiu. Já, þú veist, af því að þú ert fann að spá í þessu. Já. En ef þú lætur tíman bara líða af því að þau ákveða ekki að hætta bleiu þá náttúrulega bara hættir þetta, skilur Já, þessi efna samskipti að þú veist bóðefnin Já, skilur, af því að þú veist, þú ert ekki að virða bóðefnin sendingarnar Já, blaðran er að láta vita að þú þurfir að pissa þú pissar og barnið segir, já, ég var að pissa þú veist, en svo bara hætta þau að spá í þessu af því þau þurfa þess ekki og þá þurfum við að kenna þeim aftur, skilur, að fara að spá í þessu það er mjög mikilvægt að grípa tækifærið alveg sama þó að komi slys alveg sama þó, þú veist, það koma slys hjá eiginlega öllum Já, nákvæmlega það er einstaka barn sem að þú veist, bara lærir þetta skilur, en bara, það er í rauninni eðlilega þróunin já, en það er eðlilegt að þú þurfur að vera með fullt af nærbuxum og fullt af buxum og sokkum í skólanum í 2-3 vikur með hætta með barnið þau gleyma sér bara, skilur og það er bara svo það sem er náttúrulega oft líka að þau eru hrædd að þau séu tekin úr aðstæðum og látum piss og fá svo ekki fara tilbaka og þá þú veist sleppa þau að fara á klóstið þegar þau vilja ekki missa einhverju ég er líka verið að benda á það þú veist að ef þú sérð að þau þurfa að pissa og þau neita að koma þú veist að segja bara skýrt, jú, þú kemur bara að pissa og svo fyrir við aftur
Já, fara aftur að gera það skemmtilega sem þú varst að gera. Já, af því að þú veist, það er munurinn á bleiunni og pissi klósti. Þú missir ekki af neinu með bleiu. Já. Þú veist, þannig að fara á klósti getur náttúrulega verið mjög, skilur neikvæð, eða þú veist, þetta er ekki, þú getur verið að missa af einhverju miklu skemmtilegra af því að þú ert að bera ábyrgð á því að fara sjálfur á klósti. Já, þannig er þetta svolítið vand með farið. Já. Að bara koma þessu skilaboðum áleiðis, bara nei, þú ert ekki að missa neinu. Já, þú veist, þú ert ekki að missa neinu, þú veist, við förum bara aftur út eða við förum bara aftur að spila eða, þú veist, hvað sem er, þú veist, og þó það sé bara í 1 mínútu, þá er það samt það sem þarf að gera til þess að þau tengi, skilur, að þau sé ekki bara tekinu á aðstæðum og sett á klóstu og svo bara matur eða eitthvað. Ég man alveg með mín, þú veist, þegar slysinn gerðust svona undir lokin þegar þetta var orðið svolítið minna slys, þá gerðist það kannski út í frímó út í útiveru og eitthvað svoleiðis, þú veist, eða í vettvangsferð eða eitthvað svoleiðis, þú veist, þegar má ekki missa af þetta, þú veist, bara mamma, ég var út í fótbolta, þetta gleyma sér. Og það er náttúrulega bara, þú veist, eðlilegt. Já. Svo bara á það að hætta. Já. Bara bæða því þau fatta að fara á klósti. Fyrir áður en þau fara út, skilur, og gera það þá bara alltaf. Já. En svo er náttúrulega bara líka til tilfelli, skilur, sem þetta er bara miklu flóknar. Ég vann með stelpu sem var að fara í grunnskóla, skilur, og hún hafði aldrei pissað sitjandi. Vá, ok. Já. Það var bara standandi. Og ennþá í bleiu, sko, þú veist, löngu hætt á bleiu. Já. Og, þú veist, bað bara bleiu þegar þú veist að pissa eða kúka. En pissa alltaf bara standandi og kúkaði standandi. Þannig í þjálfuninni, eða ráðgjöfinni, þá þurftur að þjálfa, hún þurfti að læra að sitja. Já. Og síðan að pissa og kúka sitjandi. Já. Þannig þetta er svona mikil viðbrigði að við hafa alltaf verið standandi. Já. En fannst þetta svona flóknara? Nei, þú veist, ég sá bara strax, þú veist, hvar vandinn lá. Já, akkurat. Þú veist. Já. Og þetta er ég alltaf að fá meir og meir í dag. Að, sko, ég man eftir bara þegar ég byrjaði að vinna í leikskóla 18 ára, þá var mikið að krakka fóru til hotn og svona skottuðu og kúkuðu. Já. Það er bara eitthvað svona common hegðun, skilur. Í dag finnst mér alltaf fleiri börn ekki fara neitt afsíðis og jafnvel bara kúka þar sem þau standa. Já. Og áhugavert. Já. Og ef þú kúkar standandi til dæmis, þá ertu að nota annars konar vöðva. Náttúrulega. Ég myndi að vera kúk standandi. Nei. Og svo en svo er þetta gert samt. Svo áttu bara að setja. Í löndum, sko. Já. Ég veit að svo er þetta í sömu löndum, en ekki. Mjög eðlilegt, en ekki hér. En sérðu allt þetta gerir þessa grein svo ótrúlega spennandi og áhugaverða og skemmtilega er að eins og við höfum talað áður að þá eru þessi atferlisgleru sett á og þú ert bara með þessa sjón og sín út frá náminu og reynsluninni, þessari þvílíku reynslu að bara að koma auga á eitthvað svona smáatrið sem er að hafa gríðarlega áhrif á kannski þjálfun eða þú veist svona eðlilega þjálfun hjá foreldrum með forráðamönnum. Já, og mögulegan á að þetta takist. Það er nefnilega máli og þau kannski bara, við erum búin að reyna allt þetta, við erum búin að prófa og við erum að taka bleiuna og við erum að fara reglulega en þarna kemur þú auga bara, þú veist, hún er að gera þetta standandi eða hún er búin að vera að gera þetta áhugavert. Það er alls konar svona sem ég sé, þú veist, þegar ég sérstaklega ég fæ að fylgjast með þeim eitthvað áður en ég fer að vinna með þeim, sko. Þannig að, þú veist, það er bara og það er bara vinna mín. Veist, og ég sé bara svona litla hluti í hegðun eða í hegðunarmunstri og ég get líka séð það oft í skráningunum, skilurðu, þú veist, bara Skráningarnar eru náttúrulega okkar ær og kýr þannig að trú ekki hvað ég get séð mikið, skilurðu, út úr eins og sérstaklega bara á grunnskóla, skilurðu, ég er bara búin að læra það til dæmis, ef ég fæ grunnskólakrakka sem er alltaf að pissi í sig í skólanum þá er hann að pissi í sig útiveru klukkan 12. Það er bara eiginlega undantekninga þannig. Eftir mat eða fyrir mat? Er það ekki eftir mat? Eftir mat. 12. Já. Og þá er það eiginlega alltaf, því það er allir að fara út, allir að fara út og þú veist, þú vilt ekki missa af. Það er enginn sem að svona pissa, passar upp á þig og þú bara ferð í spreng, þú veist. Svo ræður ekki við þetta og pissablanar bara verður að pissa. Og þetta er bara 11:30, 12. Já.
svo spyr ég bara og þú segir bara, já, ertu að pissa eða ertu búin að bara hátsmenn? Af hverju? Langt í klóstið eða allir að fara út eða þá það eru allir og þið finnst vont að pissa að það geti einhver heyrt í þér. Veist, alls konar svona hluti sem þau eru að spá í, skilurðu. Þannig að ég bara hef sett upp til dæmis bara eitthvað, já, núna alltaf 11:30 þá bara, þú veist, áttu að vera að hjálpa kennaranum að ganga frá, svo er allir farin út, þá fyrir þú og pissar og ferð út. Þú veist, að hún fannst svo vont að stressar að vera einhver að bíða eftir klóstinu, alls konar eitthvað svona. Alls konar faktor. Kannski aukin athygli eða eitthvað, þú veist, svo kannski einhverju strákar eða eitthvað sem kalla hvað þetta verið pissi núna, þú veist, og þá fyrir allt, þú veist, það er ekkert meint illa, skilur, bara að spyrja, þú veist, að því við erum að drífa okkur út, alltaf þú þá fara að pissa núna. En getur verið triggerandi. Já, ef þú ert stressað fyrir þessu, þá getur svona komment, skilur, farið auðvitað þannig. Þannig að, þú veist, fullt af svona hlutum líka bara sem ég hef lært bara með reynslunni, þú veist, og bara, og veit bara, þú veist, og það er eiginlega alltaf bara án undantekningar í skráningunum. 12. Wow. Við 3 svona mál núna, allir nákvæmlega sama tíma. Vá, pæli í því. Þú veist, svo bara áhugavert þegar maður skráir svona. Ég veit. Ég man ekkert. Nei, það er líka bara huglega. Skráningar. Ef þú er sérkennslustjóri, skilur, þú ert að svinna kannski, þú segjum bara 20 börnum, skilur, í einhver svona handaáskendari mismunandi þjálfun. Hvernig áttu að muna hvað, þú veist, 10 einstaklingar gerðu á mánudaginn nákvæmlega fram á þriðjudag og hvort þessi mismunur á milli mánudags og þriðjudag séu sem 10. Já, nákvæmlega. Þú veist, bara engin sjans sem að setja með skráningar. Nei, þú veist, ég get, skiluru, bara ekki einu sinni munað bara einföldustu hluti, skiluru, hvað ég var að gera í gær. Já, einmitt. Þú veist, ef maður er bara spurður, hvað það gerir, maður er bara, gær. Það er ég bara veit ekki, bara vilja vera annar dag og skiluru, bara eitthvað svona, þú veist. Já. Ég bara, þú veist, við munum það ekkert, sko. Nei. En sjáu líka bara saman hvað hegðun getur verið fyrirsjáanleg og hvað hún getur verið, þú veist, þegar þú ert búin að læra inn á hana. Hvað við erum bara frekar fyrirsjáanleg og einmitt þannig að nú skilji líka betur þegar þú segir bara já, fyrir mér er þetta þægilegt. Þetta er mjög þægilegt. Þetta er þægilegu vettvangur upp á að þú eðlilega þegar maður er búin að vera að borða og drekka þá þarf maður að pissa, maður þarf að skilja þessu, þú veist. Og þú ert ekki búin að pissa síðan 7:30 morgun, skilur, það er kannski 4-5 tíma sem þú pissar. Já. Svo segir maður þetta, skilur, bara þú mynd bara alltaf pissa í þig og pissar ekki hann ferð út. Já. Þá er það bara, Já. Og svo tala maður kannski við umsjónarkennarann og þá bara eitthvað, já, við bara minnum hann. Og svo kannski í þessu tilfelli líka, þá hefur kannski líka bleian verið svolítið að halda, þú veist, viðhalda þessum vanda, út af því að þú veist, það sér enginn að þú veist búin að pissa í þig eða þú ert með bleiu. Þetta er allt krakkar án bleiu. Já. En samt, þú veist, en þau sem eru kannski ennþá með... bara úti. Já. Bara í buxurnar. Vá, ok. Já. Og þú veist, pissa náttúrulega úti að þú veist, þú eru vonast náttúrulega mörg hver hrættum að einhverju aðri finni lykt, skilji. Já. Þú veist, þú líka örugglega alveg slatti að pissa, þú ert ekki búin að pissa sín á morgunum. Já. Og líka bara eftir því sem þetta aldrei, það var meiri lykt og allt þetta. Allt þetta, sko. Bara, og þess vegna er þau líka að gera þetta úti, skilju. Þau verður kannski búin að vera í spreng síðan 11. Skilji, það þarf alveg mikið til þess að pissiblaðan pissi fyrir mann, skilji, hún þarf að vera alveg bara að springa, sko. Já, akkurat. Veist, en þá bara komast út og þá bara hvort sem þau velja að gera það sjálf eða láta það þegar það bara gerist. En þetta er bara það eru mjög mörg margir einstaklingar fyrir einasta árgangi sem gerir þetta og enginn veit það. Vá. Þetta er áhugavert og þetta er svona tabú líka. Já. Foreldrar bara kaupa sömu buxurnar. Vá. Já. Bara alltaf svarta buxur. Ekki? Það er kassi geymdur þarna og hann eða hún getur farið þangað, tala við þennan og þú veist, skilja það má ekki vita. Og ég skil það, sko. Já, þú veist, maður vill ekki, þú veist, krakkar náttúrulega bara bara að gera grína eða skilur. Þetta er líka bara svo ótrúlega viðkvæmt, þetta er svo persónulegur hlutur að gera, eða þú veist. Bara, ég held að sé voða fátt annað sem er persónulegt og prívat, þú veist. Þeim. Þannig að þú veist, og það er bara
það alveg til mikils að vinna sko að kenna þeim áður en helst ef það einhver möguleiki þá það ekkert þá það áður en þau eru 4 ára skil. Og ef þú ættir að setja viðmið bara fyrir foreldra hérna út því nú talaður að þessi vandi þetta að fara herra upp, þetta að aukast hvenær ætti maður bara hvenær ætti maður að vera að taka á þessu? Ykkur ákveðin aldur sem þú myndir mæla með það bara þegar foreldrar eru farin að taka eftir að barnið er mjög meðvitað að vera með bleiu og getur Ég myndi segja að það var númer 1, 2 og 3 að þegar þau eru farin að tala að þau séu og að skilur tengja að þau eru að finna bara horfa niður á bleiðinu sinni og bara mamma pissa eða kúka, ég var að kúka ég þarf að kúka og að því þá eru þau í raunum verið að láta vita þau eru bara að láta vita eftir að hegðunin á sér stað það sem við þurfum þá að kenna þeim og þá þurfum við bara að móta hegðunin þannig að þau láta vita áður en þau pissa og ég meina rannsóknir sína að strákar eru til dæmis lengur á bleiu almennt en stelpur strákurinn okkar hætti samt að bleia áður en hann 2 ára sko. Nákvæmlega þannig þetta alveg hægt þetta sko. bara, og hann hætti að bleiu alveg ekki, hann hefur aldrei verið með bleiu á nóttunni það líka það annar þáttur sem við erum að gera börnunum erfiðara fyrir af því að ef þú ert hættur á bleiu en svo máttu fá bleiu milli 8 og 7 þessi næturbleiga Mér finnst það rugglingsett börnin mín voru, þau voru með næturbleiu þau hættu bara bleiu bara rúmlega 2 ára, 2 háls og þá voru það alveg hætt og það kom aldrei slys og þótt að koma einu sinni þá held ég að það gerist ekki ég samla, þetta var ekki þannig að þau voru hætt með bleiu og ég var með sérstakar næturbleiu en mér finnst samt, án þess að dæma ég hef heyrt alveg ofta að þessu hann hætti með bleiu en alltaf næturbleiu og það mjög margir á næturbleiu þá ertu að senda börnunum mjög misvísandi skilaboð og það saman með leikskólana þá eru það kannski, hann var með bleiu í kvildinu úti og ég bara það rosa rugglingsett fyrir kannski 3 ára gamalt barn það er með bleiu í kvildinu þannig að hann vaknar með bleiu fyrir að sofa með bleiu svo fyrir hann út og þá er hann með bleiu þannig að hvernig á hann að geta en hvað segir þú við þessu? Hvernig á hann að bera ábyrgð á sinni eigin hegðun hvernig á hann að læra ég þarf bara að bera ábyrgð hérna á milli þetta og milli 8 og 10 ég er 3 ára þetta er ótrúlega flókið þetta er mjög flókið fyrir þau og ég lendi í þessu þegar strákurinn minn hætti á bleiu þá var ég spurði á hann ekki að hafa bleiu í kvildinni nei og hann er hættur á bleiu hann fær aldrei aftur bleiu ég þurfti að gera það sama ég bara nei, þá pissar hann bara ís úti þá bara pissar hann ís úti og það bara tjekka á honum og ef hann er blautur og bara skipt föt skilur en Katrín, ef þú fengir mál einmitt, 4-5 ára barn og alveg þú veist, hann er bleiulaus en fær næturbleiu, þú veist, hver verður þín skilaboð bara taka næturbleiuna af og það bara að passa vöku eintöku eftir 6 þú veist og ég meina þetta er ekki flóknir en það í sumum tilfellum og svo ég meina þú veist þegar þau eru lítil skilur og eru að sofa 12 tíma ég meina þú veist við tókum svona okkar lengi vel bara á klósti rétt á hann að við fórum að sofa sko já bara hálfsofandi bara svona ég gerði það líka þú veist og bara þú veist það er náttúrulega besta vörnin það er að koma í veg fyrir slys þú veist að því annars eftir náttúrulega bara að kenna þeim þau getur bara að pissa í sig milli 12 og 4 skilur þú veist og það er ekki gott heldur það verður bara skipta á þeim allt í góðu og svo bara þú veist en þannig það er alltaf best að við reynum sem fullorðnir aðilinn að koma í veg fyrir slysin til þess að byggja upp þú veist svona gott success rate þú veist bara þetta er hegðun sem þú átt að vera að sína skiluru og en þú veist ég er ekkert að segja aðrir foreldrar ég gerði þetta náttúrulega bara þú veist hann fór að sofa klukkan 8 og hann var skilur látið pissa klukkan 12 þannig ég fór að sofa og svo þú veist bara ef ég vaknaði við hann á nóttunni þú veist þá fór ég alltaf seinna þú veist bara og svo núna sefur hann bara en hann er alltaf orðinn 4 ára og á að geta sofið í gegnum nóttina þess að þurfa að pissa en kannski að 2 ára gamalt barn bara líffræðilega getur það en líffræðilega og það, þú veist, það er ótrúlega mikið líffræði í þessu þú veist, er það svona viðmið sem rannsóknir sína 4 ára eða 3 eða er eitthvað það er engar rannsóknir sem ég veit sem að stúdera nætur vætu sko atferlisfræðilega sé sko pælið í því samt hvaða, þú veist, það væri hægt að rannsaka þetta vel þú veist, einmitt þetta líka það er bara mest rannsakað sko að taka bleiuna af einstaklingum með þroskafrávik einhverju það er til og með segja lengar rannsóknir til heilbrigð börn og hvernig þau hættu að bleiu af hverju
Nei. En af því þú kemur að því, við fengum spurningu á Instagram hvort þú værir að taka, þú veist, börn sem ekki með þroskafrávik í þjálfun. Já, þannig að það hver sem í rauninni bara sem og getur leitað. Ég alltaf að fá fleiri börn sem ekki með einangreiningar. Já. Því eins og benti líka á í byrjun, þú veist, þetta hegðunarvandi. Og hegðunarvandi bara ekki tengdur sérstaklega, það bara alls konar og tengdur alls konar öllum börnum á einhvern hátt. Einn annan hátt. Þú veist, getur bara verið tilkomin út af alls konar. Já. En ég held að við getum alveg verið komin í óstaklega flæði, við getum haldið endalaust áfram, en kannski svona önnur skona spurning, persónulega spurning. Hefur eitthvað tíman, út af þetta geti ímyndað mér, líka getur verið krefjandi, þetta starf, sérstaklega tengt hreinlætisþjálfuninni, hefur eitthvað tíma verið bara, nei, nú legg ég bara mína skó á hilluna hvað þetta varðar og sinni öðrum málum, eða ertu bara, og það nú tölum við líka að ávinningurinn er svo ótrúlega mikill, hefur eitthvað tíma fengið bara svona, nei, ég kom að ógeða þessum þátt af minni vinnu, aldrei, nei, sjáðu, hún er bara the queen of hreinlætisþjálfun. Nei, ég bara, nei, ég hef aldrei fundið, og það hefur aldrei komið mál sem hefur ekki langað til að taka eða eitthvað svoleiðis. Nei. Og mér finnst alltaf, það hafa náttúrulega komið einstaklingar sem að hafa bara, ég hef ekki getað hjálpað, skilurðu, þú veist, og líka bara komið fyrir að einstaklingar hafa voruð veikir í þjálfun, skilurðu, við höfum þurft að hætta, þú veist, bara út af líkamlegu veikindum, skilurðu, bara sem að við fengi bara, skilurðu, flensu, hvernig sem er. Þannig mér finnst alltaf allt svoleiðis, alltaf, skilurðu, leiðilegt. Sérstaklega skilur við ef við erum að reyna að ná ákveðnum árangri og við höfum metið að vitlaust að viðkomandi sé tilbúin. Já. Af því það alveg viss færni sem þú þarft að hafa og það var eitt af því sem við bara brendum okkur á, skilur, þegar ég var að reyna að setja upp einhverju verkferðli hvenær þú átt að geta komist eða farið í svona þjálfun. Já. En þú veist, maður þarf líka að læra af mistökum og ferlinu, skilur, og þau eru ekki mörg samt. Nei. Þú veist, af því, þú veist, þetta alveg mikil íhlutun, þú veist, og ég leik mér ekkert að því að stinga upp á þessu eða segja þetta sé það eina, en Judith búin að lýsa þegar það búið að reyna allt annað í bókinni og þú ert orðin 12-14 ára gamall, þá samt líka mikill vilji hjá mörgum að leggja allt í sölurnar til að gera eitt lokaskipti og ná þessu. Alveg ímynda með það, sko. En finnst þér, hefur lendið að þurfa sannfæra foreldra? Þú veist, þú sér það að barnið hefur allt í þetta en það þarf svolítið, er það ekki? Jú, þetta náttúrulega intens þjálfun fyrir þessi. Ég þarf líka alveg að sannfæra foreldra sem fara ekki gegnum intens þjálfun. Já, þú meinar. Almennt eru foreldrar svona, hvað maður segja, það bara allt svona einhvern veginn að sigla áfram. Já. Frjálsvilji frjálsvilji og þú veist, það bara þau bara eiga að láta þig vita þau eru tilbúin eða bara þau eru að þessu bara sjálf gera það sínum tíma þú veist, og það bara ekki þannig, sko. Nei. Og við fljótum bara ekkert áfram, þú veist, lífið náttúrulega bara alls konar, skilur, þú veist, það sjaldnast svona ein flöt lína, skilur. Já. Þannig já, ég þarf oft mikið að benda foreldrum á, þú veist, af hverju við teljum þetta síðan, skilur, sérstaklega þegar það eru bara fólk svona líka kannski ekki sjálft tilbúið í vinnuna, en samt af einhverjum ástæðum hefur það samband, það eins og við fyrirtækjum. Já. Og þá svona meira allt þess að ég geri bara vinnuna. Já. Þú bara skila barninu þegar það hægt að bleiða. Já, en þú veist, ég ekki að fara að flytja heim til einhvers, skilur. Nei, þú veist, ég bara að fara að vinna með fólki í 4, 5, 6 tíma á dag, skilur, eftir í hvað við erum að eiga við. Já. Svo fá foreldrar bara verkferli frá mér sem þeir þurfa að sinna. Og því lengur sem þú býður með að tækla vandan, bara eins og allur annar vandi, þannig bara vexan. Já, því bara erfiðara verður þetta á flokkna. Já, og þannig líka því fleiri misjafna tilraunir sem þú hefur gert til að taka bleiun á börninu þínu, því erfiðara verður það næst og svo næst, þú veist, að því barni veit bara að það getur farið tilbaka. Já. Það læri mjög fljótt. Já, það hefur náttúrulega ef atferlisfræðin kennir okkur eitthvað, þá það að þú veist, ef þú gefur þig einu sinni í búðinni og þau fá nammi, þá þau bara næst bara, maður fá nammi? Nei.
þú veist, og þau bara gefa sig ekki af því að þú gafst þið síðast og þau bara pikka þangað til að gefa það. Maður hefur séð þetta. Já, það bara eins með bleiuna, skilur, þú veist. Þú tekur að þeim bleiuna og einhver hluta vegna finnst þér þetta ekki verið að ganga og þú veist, gefur þeim aftur bleiu. Það er náttúrulega bara success. Þau eru bara til að vinna þig. Nákvæmlega. Það er svona, þannig að ef það er ákveðið að fara í slaginn, þá legg ég alltaf mín meðmæli að þú veist að vera undirbúin, skilur. Þetta er bara svona smá ferli, skilur, hjá flestum. Kýla á þetta. Fara all in, sko. Eða sleppi sig. Já. Þú ert bara með, eða þú veist, ég mæli með því, sérstaklega þú veist með, bara með eðlilegan þroska, það bara, þú erum með kopp. Ég var með kopp í póka, alveg sem hvert við fórum. En hann var ekki orðinn 2 ára, skilur, þú veist, ég var bara, þú veist, hann gat ekkert beðið, skilur, þú veist, eftir við fyndum klósett einhvers staðar. Já, einmitt. Já, myndband af börnunum mínum vorum að leiðin út á land, það er mjög stutt á milli þeirra. Þá er ég búin að taka á bleiumálunum hjá þeim báðum. Það var mjög þægilegt, allt í einu að fara úr því að vera með 2 bleiubörn og bara engin bleiubörn. Og við vorum að leiðin í ferðalag og ég var með kopp í skottinu. Því drengurinn minn, hann bara stendur, þú veist. En stelpa mín, hún sest. Og hún var á þeim aldrei en það svo lítil að þú veist, henni fannst það óþægilegt þegar ég tók hana, þú veist, eins og gert oft við stelpur, þú veist. Og ég á myndbanda en voðalega saklaust og krútlegt og þau bara, þú veist, við erum hérna eitthvað staðar afsíðis á einhverjum þjóðvegi og drengurinn minn að spræna hérna út og litla mín situr á koppnum við hliðina en þú veist, þetta gerði mér, ég meina maður þurfti að gera þetta, þau þurfa bara go þegar þau þurfa að fara. Þau geta ekki beðið lengi, sko. Þau geta ekki beðið lengi. Þú veist, þau geta náttúrulega bara almennt ekki beðið lengi eftir neinu, en þau geta ekki beðið lengi eftir að fá að komast á klósettið. Því að þau, skilur, fá bara þessa tilkynningu, skilur, og það er bara, þau vilja bara fara og þá allt í hennu er þau bara, ég er að biðja í mig. Já, bara leiðu að bóðið kemur, þá er það bara að pissa í sig. Og það er bara svona neyðar ástand í koppnum þeirra, skilur. Þannig að já, þau bíða ekki lengi eftir því. Mér finnst þetta allavega ótrúlega áhugavert og þetta var gaman og kom mér á óvart starfsnámi hjá þér og hreinleitstjálfunin. Bara hvað þetta er mikið meira en bara þetta erfiða klósettmál, bara kúk og piss. Þetta er svo mikið hegðun, bara fyrst og fremst hegðun, tilfinningar og líka bara líffræðin og umhverfið, já, eðlilega. Og mér fannst þú vera orðin bara sérfræðingur í þessum öllum þáttum og líka bara þegar komað bara starfsemi þvagblöðrunar og allt þetta, þú veist. Og ég fekk að nýta mér það þegar ég var í starfsþjálfunni hjá þér að það komi vinir og einhverjir svona potið í mig bara, þú ert í þessu og þú sagði mér þetta bara þessu og ég er með þetta mál og bara það að fá að skjóta Katrínu bara, það er þetta og hún bara, já, prófa þetta. Þú veist, segðu henni að gera þetta og ég gerði það og þá var þetta bara komið, þú veist. Já, og það er oft svo ótrúlega litli hluti sem að bara en það eru biðlistar sem mér finnst stundum vera bara common sense en það er bara því ég veit það. Já, og fyrir öðrum er það bara, já, aldrei spáði þessu. Nei, aldrei spáði þessu. Nei, en prófa það. Þú veist. En það er nóg að gera hér á þessu, en það ekki. Jú. Og það er alveg, það kunna að vera biðlistar. Já, þú veist, ég er bara nú í maí og ég er eiginlega bara alveg bókuð út júní. Já. En þá einspurning, ertu að taka nema núna frá HÍ eða? Nei, ég er bara eiginlega, ég er sko bara ennþá í fæðingarólofi, ég er bara að vinna fyrir fyrirtæki mitt, sko. Og ég er það sem ekki að taka nema. Það er bara svo áhugavert að fá svona aðra rannsóknir eins og Margrét var að gera. Já, það væri mjög gaman. Og þessi framhaldsrannsóknir sem þú ert búin að, það væri ótrúlega áhugavert. Það er bara rosalega margt að rannsaka í þessu, sko, sem en það gleður mig alltaf líka jafn mikið, skilur, þegar foreldrar segja mér bara hversu stolt börnin er að sjálf. Það eru glöð með sig. Sumir aftalað aukinn skilning og betri tjáningu. Já, veist. Bara mikið af færni sem kemur í kjölfar þessa frelsis og þessar færnir þessari færni, ég meina það, já, þetta er ný færni og það er bara margt sem þú veist, það opnast fyrir þeim, bara nýtir bara alls konar annarri færni, þetta er alveg magnað
alveg magnað. Þannig að, þú veist, já, þannig að það er alveg margt sem að mig langar að gera. Og kannski í framtíðinni mögulega okkur starfsfólki og... Já, kannski. Og autism center. Já, autism center og bara þú bara opnar þetta. Klósettþjálfa bara allir dag. Það er allavega eins og staðinu núna, þá, þú veist, því miður er vandinn að aukast einhverju hluta vegna, eins og margur annar vandi. Og leikskólar almennt tala það sama og þú upplifir í þínu leikskóla, að þetta sé 3 til 4 ára núna. Það er mikil aukning á notkun hægðalyfja hjá litlum börnum. Það er hægt að skoða það ef fólk hefur áhuga á einu landlæknisembætti. Það er mjög mikil aukning. Já, mér finnst það einmitt líka sko bara að þú veist, börn hættu á bleiu og það hættu að kúka. Já. Mér finnst það einhvern veginn bara svona, vera svolítið. Og það er bara mikið talað það. Foreldrar, þá virðist vera fyrsta lausnin að, þú veist, að þau fá hægðalyf. Og það er örugglega auðveldasta lausnin, skilur þú veist, bara tala um það er kannski þægilegast, eða þú veist ekki að maður er að dæmi eitthvað en það ætti náttúrulega að vera kannski hjá læknum. Fyrst, ertu búin að fara í atferlisþjálfun? Eða búið að reyna bara mataræði, skilur, hvað er það að búa? Já, það ætti í rauninni margt annað að vera fyrir framann. Heldur en heiðaljósandi myndi maður halda. En mér finnst allavega þetta, stelpa mín, hún hætti mitt á bleiu og þá fór hún að halda í sér, hún kúkaði ekki, fekk hæglausandi lyf, svo var hún bara orðin háð þeim, bara í mörg ár. Þú veist, hún þurfti alltaf bara, þú veist, hún hætti á þeim, hún stíplaðist hún upp. Það er það sem gerist. Þannig að þetta er bara svona, þetta var alveg svona vítahringur, sko. Af því að líka minn hættir að treysta á sjálfan sig. Já, einmitt. Þú treystir bara á utanaðkomandi hlut sem er lyfin og þá ertu látin kúka. Nákvæmlega, þú þarft ekki einhvern veginn að hafa heldur fyrir þessu sjálfur. Nei, þarft ekki að hafa fyrir þessu og það er stór hluti minna skjólstæðinga eru börn og þá foreldrar barna sem eru að bugast á notkun hægðalyfja. Já, þetta er bara heftandi. Já, af því þetta er ekkert mál innan gæsalappa þegar börnin eru 3, 4, 5, 6 ára. Já, en ef þú ætlar að fara að gefa einhverjum stíl, skilurðu, til að láta þau kúka mörgu sinnum í mánuði eða mörgu sinnum á ári sem er 8, 9, 10, 11, 12 ára, þetta er ekki ánægileg samskipti. Nei, nákvæmlega. Og að gefa hægðalyf er oft svona skammtímalaust. Já, og þú veist, á að vera skammtímalaust. Já. En þú veist, getur orðið bara líkaminn áður þessu eins og þú segir. Já, og það er mjög mörg börn það. En kannski áður en börnin koma í atferlisþjálfun til þín, að þá þarftu kannski að ráðleggja foreldrum að losa sig við lyfin og koma... Nei, við reynum bara að gera samhliða. Já, kannski draga úr jæmt og þétt. Já, auðvitað. Já, við reynum það, sko. Já. Og oft erum við þá bara í, eða það kemur fyrir og þá náum við verið samstarfi við lækna eða hjúkrunarfræðinga sem eru að vinna með börnunum. Bæði til þess að fylgjast með að því stíflurnar eru náttúrulega duldar, sko. Þær sjást ekkit endilega og þær koma ekki fram hjá öllum í hegðun. Eins og svo oft talað þú veist, að vera með harðlífið eða óþægindin að þá birtist það fram sem hegðunarvandi en þegar einstaklingur er orðin 10, 12, 13 ára þá er ekkit endilega að birtast einhver hegðunarvandi. Nei, kannski meira hjá þessum litlu. Meira hjá þessum litlu skilur sem að gráta og kvarta og eitthvað þannig, sko. Þannig að við þurfum svona þannig að það þarf að vinna það svolítið öðruvísi þá er það að fara í myndatöku meira þess að við vitum. Já, en á sumum sést það bara því að mallinn bara blíður út. Maður hefur heyrt líka þú veist, að magavöðvarnir séu orðnir bara, þú veist, að börn séu komið með, þú veist, kannski á því að vera alltaf að halda í sér. Já. Þú veist, að þau eru komið bara með þvílíka magavöðva. Já, það er alltaf spennt. Já, og maður getur ímyndað sér áreynsluna. Já. Þú veist, við höfum allar örugglega einhvern tímann þurft að halda í okkur. Þú veist, þetta er mjög óþægilegt. Já. Mjög óþægilegt. Þetta er mjög óþægilegt. Já. Og það er bara, þú veist, það vantar alveg vissa þekkingu í þessi mál. Og bara fræðslu kannski í ungbarnaverndina og... Já. Við höfum nú dottið inn í þá umræðu áður. Já, við skulum kannski ekki opna hana núna. Nei, ekki núna. En ég held að við þurfum að fara að segja þetta bara mjög áhugavert, allt saman. Já, við getum verið einnig klukktími viðbót. En ég er samt alltaf að reyna, þú veist, svo því sem ég haldi til haga að þú veist, að
ef fólk vill fá mig, þú veist, þá mæti ég get, skilur frætt, hugsa ég mjög marga bara þetta tiltekna málefni. Já. Og þú veist, hvaða ráðgjöf við ættum að senda til dæmis foreldra í ungbarnavernd. Þannig að ef leikskólar myndi vilja fá þig bara á Ég starfsdaga til hef dæmis, mætt á starfsdaga hjá mörgum leikskólum. Já. Og bara geri það alltaf ef ég er beðin af því mér finnst það bara vera, þú veist, það svo mikið, ef ég næ að fara á einn leikskóla, þú veist, það sem starfa kannski 30 manns, þú veist, þá eru svo margir sem að hlusta. Já, algjörlega, og mikið af þessum starfsfólki sem á líka börn, skilur, og þurfa að vinna með börnum og svona, þannig að þetta einhvern veginn svona, vindur upp á sig. Vindur upp á sig, þannig að, þú veist, ég bara, eins og ég segi, ef að leikskóla hafa samband mig og ég bara í vetur búin að fara á marga leikskóla, þannig að, þú veist, bara, ég vil alltaf koma og veita, bara tala þetta eða veita ráðgjöf eða eitthvað, skilur, og bara endilega þá má hafa samband, sko. Geggjað. Við ætlum að vera með link af síðunni, fyrirtækinu þínu, Hegðunarlausnir. Já, til að bóka tíma þegar þátturinn kemur út geta þú veist hlustundur bara ítt á linkin og bóka. Já, semst Helgi á BF atferlisráðgjöf verður með link. Já. Inn á þá atferli.is. Heitir það ekki bara BF atferlisráðgjöf.is? BF atferlisráðgjöf.is. Gæti verið að færi síðan breytist yfir í atferli, en nei, ég er ekki veist. BF atferlisráðgjöf.is. Hann verður þar með link. Já, þar verður linkur og svo bara Facebook síðan mín Hegðunarlausnir, klósettþjálfun og þar má alltaf bara senda message, skilabóð. Já. Þegar kemur hreinlætisþjálfun eða bara einhverju allt öðru. Eða það má vera hvað sem skilur. Ég vinn alveg við náttúrulega allt annað líka, sko, bara, þú veist, ég vinn alveg með fæðintöku barna og, þú veist, náttúrulega alls konar skort á færni og hegðunarvanda og, þú veist, ég vinn náttúrulega bara með allt sem við kemum börnum. Já, nákvæmlega. Og þannig að, þú veist, það má líka hafa samband út af því. Já, eða bara ef þið viljið vita eitthvað meira um hana, Katrínu. En já, þá bara takk aðeins fyrir að koma. Já, það var mjög takk fyrir að fá mig. Það var ótrúlega gaman, mjög áhugaverst. Takk fyrir.